Jóhannes 11. kafli. Maður sá var sjúkur Lasarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu systur hennar. En María var sú smurði drottins mislum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar Lasarus var sjúkur. Nú gjörðu systurnar Jesú orðsending: Herra, sá sem þú elskar sjúkur. Þegar hann heyrði það mælti hann: Þessi sótt ekki banvæn, heldur Guði til dýrðar, að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Jesús elskaði Mörtu og systur hennar og Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur var hann samt kyrt á sama stað í 2 daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveina sína: Förum aftur til Júdeu. Lærisveinarnir sögðu við hann: Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar þangað aftur. Jesús svaraði: Eru ekki stundir dagsins 12, en sá sem gengur nóttu hrasar því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá: Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans: Herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesú þeim berum orðum: Lasarus dáinn, og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þér skulu trúa. En förum nú til hans. Tómas nefndist tvíburi sagði þá við hina lærisveinana: Við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jesú kom varð hann þess vís að Lasarus hafði verið 4 daga í gröfinni. Betanía var nálægt Jerúsalem, hér bil 15 skeiður þaðan. Margir gyðingar voru komnir til Mörtu og Maríu til að hugga þær eftir bróðumissinn. Þegar Marta frétti að Jesú væri að koma fór hún á móti honum, en María sat heima. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér væri bróður minn ekki dáinn, en einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesú sagði við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp á upprísinu og efsta degi. Jesú mælti: Ég upprísan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hún segi við hann: Já, Herra, ég trúi að þú sért Kristur, Guðs sonur, sem koma skal í heiminn. Að svo mæltu fór hún, kallaði á Maríu systur sína og sagði í hljóði: Meistarinn hér og vill finna þig. Þegar María heyrði þetta reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesú var ekki enn kominn til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Gyðingarnir sem voru heima hjá Maríu að hugga hana sá að hún stóð upp í skyndi og gekk út, og fóru þeir á eftir henni. Þeir hugðu að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. María kom þangað sem Jesú var, og hún sá hann féll hún honum til fóta og sagði við hann: Herra, ef þú hefði verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. Þegar Jesú sá hann að gráta og gyðingarna gráta sem með henni komu, komst hann við í anda og hrærður mjög, og hann sagði: Hvar hafið þið lagt hann? Þeir sögðu: Herra, kom þú og sjá. Þá grét Jesú. Gyðingar sögðu: Sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkrir þeirra sögðu: Gat ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda einnig varna því að þessi maður dæi? Jesús varð aftur hrærður mjög og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steitt fyrir. Jesús segir: Takið steininn frá. Marta systirins dána segir við hann: Herra, það komin nálykt af honum, það komið á 4. dag. Jesús segir við hana: Sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munt þú sjá dýr Guðs. Nú var steinninn tekið frá, en Jesú hóf upp augu sín og mælti: Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænhert mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrðir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldaðans sem stendur hér umhverfis, til þess að þeir trúi að þú hafi sent mig. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu: Lasarus, kom út. Hinn dáni kom út, vafinn líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundinn andlitið. Jesús segi við þá: Leysið hann og látið hann fara. Margir gyðingar sem komnir voru til Maríu og sáu það sem Jesú gjörði, tóku nú að trúa á hann. En nokkrir þeirra fóru til farísea og sögðu þeim hvað hann hefði gjört. Æðstu prestarnir og farísearnir kölluðu þá saman ráðið og sögðu: Hvað eigum við að gjöra? Þessi maður gjörir mörg tákn. Ef við leifum honum að halda svo áfram, munu allir trúa á hann, og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidóm vorn og þjóð. En einn þeirra Kæfas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá:
Þér vitið ekkert og hugsið ekkert það að yður betra að einn maður deyi fyrir lýðinn en að öll þjóðin tortímist. Þetta sagði hann ekki af sjálfum sér, en þar sem hann var æðstiprestur það ár gat hann spáð því að Jesús myndi deyja fyrir þjóðina og ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann af lífi. Jesús gekk því ekki lengur meðal gyðinga og almannafæri heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eyðimörkina, í þorp sem heitir Efraim og þar dvaldist hann með lærisveinum sínum. Nú nálguðust páskar gyðinga og margir fóru úr sveitin upp til Jerúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituðu að Jesú og sögðu sín á milli í helgidóminum: Hvað haldið þér? Skyldi hann ekki koma til hátíðarinnar? En æðstuprestar og farisear höfðu gefið út skipun það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skyldi hann segja til, svo þeir gætu tekið hann. Jóhannes 12. kapli. 6 dögum fyrir páska kom Jesú til Betaníu þar sem Lasarus var, sá hann vakti frá dauðum. Þar var honum búinn kvöldverður og Marta gekk beina, en Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardusmislum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smislana. Segir þá Júdas Ískariót, einn lærisveina hans, sáur myndi svíkja hann: Hví voru þessi smisl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sá hann þetta því hann léti sér annt fátæka, heldur að því hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók það sem í hana var látið. Og þá sagði Jesú: Látið hann í friði, hún hefur geymt þetta grefturinn dags míns. Fátæka hafið þér æti hjá yður, en mig hafið þér ekki ávalt. Nú komst allur fjöldi gyðinga að því að Jesús væri þarna og þeir komu þangað, ekki aðeins hans vegna, heldur og til þess að sjá Lasarus sem hann hefði vakið frá dauðum. Þá réðu æðstuprestarnir af að taka einnig Lasarus af lífi, því vegna hans snéru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Sá mikli mannfjöldi sem komin var til hátíðarinnar frétti degi síðar að Jesú væri að koma til Jerúsalem. Þeir tóku þá pálmagreinar, fóru út á móti honum og hrópuðu: Hósanna, blessaði sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist að baka honum eins og skrifað Óttast ekki, dóttir Síón, sjá konungur þinn kemur, ríðandi á ösnufóla. Lærisveinar hans skildu þetta ekki í fyrstu, en þegar Jesú var dýrlegur orðinn minntust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir hefðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólki sem með honum var þegar hann kallaði Lasarus út úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einnig mannfjöldin á móti honum, því menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta tákn. Því sögðu farisear sín á milli: Þér sjáuð að þér ráðið ekki við neitt, allur heimurinn eltir hann. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filipusa frá Betsaitu í Galíleu, báðu hann og sögðu: Herra, oss langar að sjá Jesú. Filipus kemur og segir það Andrisi. Andris og Filipus fara og segja Jesú. Jesú svaraði þeim: Stundin komin að mannssonurinn verður gjörður dýrlegur. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikorni fellur ekki í jörðin og deyr verður það áfram eitt. En ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt glata því, en sá sem hata líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjóna mér fylgir mér eftir og hvar sem ég þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjóna mér mun Faðirinn heiðra. Nú sál mín skeld og hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Nei, til þessa ég komin að þessari stundu. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni: Ég hef gjört það dýrlegt og mun enn gjöra það dýrlegt. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlýddi á sagði að þruma hefði riðið yfir, en aðrir sögðu: Engill var að tala við hann. Jesús svaraði þeim: Þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yður vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims út kastað, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann átti að deyja. Mannfjöldin svaraði honum: Lögmáli segir oss að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upphafinn? Hver þessi mannssonur?
Þá sagði Jesú við þá: Skammastund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesú og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gert svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann, svo að rættist orð Jesaja spámanns hann mælti: Drottinn, hver trúði boðun vorri, og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað: Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra að þeir sjá ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta því hann sá dýrðans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseana, svo þeir yrðu ekki samkundur rækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði: Sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gæti þeir ekki, þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því ég hef ekki talað af sjálfu mér, heldur hefur faðir minn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorð hans eilíft líf. Það sem ég tala, það tala ég því eins og faðirinn hefur sagt mér. Jóhannes 13. kapli. Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesú vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi Símonarsyni Ískariot að svíkja Jesú. Jesú vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinana og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Herra, ætlað þú að þvo mér fæturnar? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna muntu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvos nema fætur, hann allur hreinn, og þér eru hreinir, en þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann: Þér eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hefði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið hvað ég hef gjört við yður. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þvegið yður fæturnar, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður, þjónn ekki meir en herra hans, né sendiboði meiri þeim sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þið breytið eftir því. Ég tala ekki yður alla, ég veit hverja ég hef útvalið, en ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir hæli sínu móti mér. Ég segi yður þetta núna áður en það verður, svo að þið trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig. Þegar Jesú hafði sagt þetta varð honum mjög þungt hjarta, og hann sagði beinum orðum: Sannlega, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Lærisveinarnir litu hver á annan og skildi ekki við hvern hann ætti. Sá lærisveinn Jesú sem hann elskaði sat næstur honum. Símon Pétur bent honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jesú talaði Hann laut þá að Jesú og spurði: Herra, hver er það? Jesú svaraði: Það er sá sem ég fæ bita þann ég dýfi nú í. Þá dýfið hann í bitanum, tók hann og fékk Júdasi Símonarsyni Ískariots, og eftir þann bita fór Satan inn í hann.
Jesús segi við hann: Það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borðs vissu til hvers hann sagði þetta við hann. En af því að Júdas hefði pyngjuna, héldu sumir þegar Jesús hefði sagt við hann: Kauptu það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skyldi gefa eitthvað fátækum. Þá hann hefði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Og þegar hann var farin út, sagði Jesú: Nú er mannssonurinn dýrlegur orðinn, og Guð er orðinn dýrlegur í honum. Fyrst Guð er orðinn dýrlegur í honum, mun Guð og gjöra hann dýrlegan í sér, og skjótt mun hann gjöra hann dýrlegan. Börnin mín, stuttastund verð ég enn með yður. Þér munu leita mín, og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú: Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skuli þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símon Pétur segi við hann: Herra, hvert ferðu? Jesús svaraði: Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Pétur segi við hann: Herra, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jesús svaraði: Viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, ekki mun hani gala fyrr en þú hefur afneitað mér 3 svar.